Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins og Laufey Ólafsdóttir hér hjá mér í dag og einnig Sæborg Ninja. Og við höfum hér fengið til okkar í gegnum þessa þætti fólk úr ýmsum áttum til að ræða ýmis málefni sem eru ekki efst á baugi fréttanna og það ýmislegt hér í borginni og í samfélaginu okkar sem við þurfum að ræða nánar því að samfélagið á að vera fyrir okkur öll. En það ýmislegt í samfélagsgerðinni sem gerir það að verkum að samfélagið ekki hannað fyrir okkur öll og það eitthvað sem algjörlega óásættanlegt og við þurfum að ræða það og við þurfum að gera meira en að ræða það. Við þurfum að tryggja að hér getum við öll búið og það sé búið vel að þörfum okkar allra og hér best til að ræða það nema einmitt einstaklingarnir og manneskjurnar sem hafa einmitt reynslu af því hvað þarf að bæta og hvernig má bæta það. Og hingað til okkar Sæborg Ninja komin, eins og ég nefndi áður og við Laufey Ólafsdóttir, við lásum magnaða ræðu sem hún flutti og fengum hana til okkar í þáttinn og erum glaðir að fá að spjalla við hana og Laufey kannski ef að ég sendi boltan yfir til þín, svona varðandi þema þessa þáttar áður en að við snúum okkur að spurningum dagsins. Já, takk fyrir. Og takk Sæborg fyrir að vera hérna í dag. Ég nefnilega las þessa ræðu, þetta var sem sagt viðburður sem var haldinn á föstudaginn síðasta, sem þetta á 19. júní, var skipulagður af ungum jafnaðarmönnum og kvennahreyfingu Samfylkingarinnar og þetta var þarna á föstudagskvöldinu og ég því miður komst ekki til að horfa það, ég sá þetta og mig langaði til að fara en því miður komst ég ekki, en las síðan ræðuna þína, þú birtir hana á Facebook síðunni þinni og það sem svona, þegar ég las í gegnum þetta, ég fekk bara svona gríðarlega gæsahúð og hugsaði bara vá, af því að þú ert að tala svo margt, þarna svo margþætta jaðarsetningu og það eiginlega bara, þeir sem að geta tengt við þetta á einhvern hátt eru bara svona, eins og ég segi, það svo mikið í þessu, þetta ekki gríðarlega langur texti en þetta alveg bara svona svolítil bomba, af því að þú í fyrsta lagi byrjar á að segja að þú þér finnist svona alltaf skrítið að þú fáir í raun og veru pláss við borð til þess að tjá þig og byrjar einmitt á að telja upp af því að þú hefur verið á þeim stað að vera vímuefnaneytandi, vera heimilislaus og svona að sé, og hvernig sú jaðarsetning í raun og veru bara rosalegt af því að eins og ég upplifa þá það svo rosalegt tabú í kringum sérstaklega vímuefnaneytendur. Þetta gríðarlega þaggaður hópur, en ég ætla kannski bara að varpa boltanum yfir til þín Sæborg til þess að, svona skýra aðeins betur út fyrir okkur hvað, svona, hvað, bara byrja á að kannski segja okkur frá þessu. Já, takk fyrir að hafa mig. Svona, það að vera á, það svona bara hluti af bara svona langvarandi niðurbroti að fara að segja líða þannig að þú skiptir raun og veru ekki máli, að fara að segja að þitt input sé lítilsvert, þannig að út af þessum hlutum ert þú minna verð manneskja og það bara svona, það bara seytlar inn í þig, það bara svona beinin þín. Líkaminn byrjar svona, bara að verða hokinn og slíkt, þannig að sú trú enn svona mjög sterk í mér, af því að við búum í samfélagi þar sem að svona línan milli private, public mjög óljóst, það svona vissir hlutir sem við getum bara verið, bara mjög stolt svona opinberlega. En síðan eru svona hlutinir sem við þurfum að hafa prívat, hafa til hliðar og það eru alltaf hlutinir sem eða allavega yfirleitt hlutinir sem gera þau minna virðis að einhverju leyti fyrir samfélaginu. Ég
þegar að ég upp á við hrunsins, þá var ég að fara að flytja til Bandaríkjanna að gifta mig. Stelpu sem ég hafði verið að deyta gegnum netið í rúmt ár. Höfðum farið fram og tilbaka. Eitthvað sko sem var frekar erfitt sko, verandi bara kassastarfsmaður í verslun og hafandi, hafa bara unnið, einhver svona kassastörf. Og þannig að, sá sparnaður sem ég var búinn að byggja upp áður en ég flutti, hann bara svona á 2-3 dögum hálfnaði, bara svona út í exchange rate-inu og ég búinn að kaupa miða, ég að fara að flytja út, ég búinn að segja upp vinnunni og, náttúrulega ekki, flytja til Kaliforníu sem að það fylki í Bandaríkjunum sem fór hvað verst úr hruninu. Ég kannski fara aðeins út fyrir það sem við viljum tala en það svona einhvern veginn bara svona upphafið á því að ég kem aftur heim og það enga vinna að fá og þar svona byrjar niðurbrotið á því að hver ég fyrst það bara svona ég búinn að sækja 100 vinnur. Ég fæ svör frá 5 að ég fæ eftir að sækja 300 vinnur þá fæ ég að mæti 2 starfsviðtöl og það aldrei haft samband með mig aftur og það byrjar að gera það ósýnilega. Á sama tíma ert þú bara að lifa á atvinnuleysisbótum þar sem þér sagt að þú sért afæta á ríkinu. Bara starfsfólkið þar bara að þú ert afæta og þú ert að taka pening af því að það bara einhver móralskur brestur hjá þér og þess vegna ert þú ekki með vinnu. Og þitt gildi tengist því að þú ættir að vera með vinnu. Og það gengur í einhver tíma, ég byrja að reykja gras, af því að ég bara, mér líður ömurlega alla daga og ég get hvort þið ekki gert neitt, þannig að jú, bara að segja, prófa það kannski ágætt. Og ég var líka í bara miklu þunglyndi af því að eftir skilnað og bara, ýmislegt á svona, hjálpaði mér allan að byrja að gera hlut á daginn. En, og síðan bara varð mér alltaf bara meira og meira ljóst að ég var ekki að fara að fá vinnu. Það bara var ekki að fara að gerast, þannig að ég byrja að rækta gras heima hjá mér. Legi pláss í Hafnarfirði, bara svona á einhverju svona desolate eyði umhverfi á völlunum. Og það bara mjög einangrandi tími af því að þá ég að gera eitthvað sem virkilega sem ólöglegt í þeirri sem jaðarsýðandi í þeirri von að geta komist af jaðrinum inn í, að ég komist í skóla þá og geti sett eitthvað á mig svo að ég hafi verið svo ég geti fengið vinnu. Og ég græddi aldrei neitt á því, ég fór bara ekki miklu skuld, lögreglan braust inn til mín, svona bara þröngaði sér inn, án leitarheimildar. Ég í taugaáfalli get ekki talað. Skjálfandi bara svona látin fá pappír að ég hafi leyft eftir minn og leyft þeim að skoða íbúðina. Og ég reyni að fremja sjálfsvíg, stuttu, bara seinna, ég bara einangraði mig algjörlega, ég hafði einangrað mig algjörlega, þunglyndið mitt hafði ekkert, skánað, það ég var að reykja, það bara svona hægði á lestinni, á leiðinni að drepa mig og segir henni að drepa mig. Ég fer á geðdeild, sett á fíknideild og þar mér bara sagt að öll mín vandamál séu kannabis og kannabisneysla. Og mér byrjar að líða betra því að fólk að svona sýna að því þykji vænt mig. Og það
mjög valuable og það svona alveg hlutur sem að mig vantaði af því að ég var komið mjög mikið í hugsanir að ég væri svo léleg og svo ég væri ekki bara einskis snýt, ég væri í raun og veru bara, ég hefði neikvæð áhrif á fólkið í kringum mig, ég væri svo gott sem geislavirk, fólki, líf fólks væri betra án mín af því að mín tilvist veldur þeim líklega bara vanlíðan og áhyggjum. Eða, ég gerir hluti sem eitra sambönd í kringum mig og ég hafði sært mikið af fólki og það hefur allt, þegar ég hef gert það, þá hefur það alltaf verið bara einhver svona desperate, léleg tilraun í að ná einhverju svona stjórn á lífinu, deyfa einhver sársauka eða bara svona slétta hlutin út sem að ég hafði verið að vinna í því og þannig að ég fer í fíknivinnsluferli og fólksbórakerfið, það actually eitthvað sem að ég hafði þurft að vinna við bara í úrvinnslu við skilnað og bara vitandi það að ég hef sært fólk og ég alltaf bara eitthvað, hey, mér langar að drepa mig, mér langar til að deyja, get ég fengið hjálp við því og ég fæ bara einhver lyf og ég verð með að sofa, hérna færðu önnur lyf. Og síðan það bara fík. Nú ætlar þú að eftir þetta að fara í síðan byrja ég að vera ofbeldisfull, það maður sem að reykja inn á deildinni af því að það hefur nefnilega verið í umræðunum, það sagt að það sé hræðilegt að fíklar geti farið að reykja í svona sérrými innan spítalans og eitthvað svona shit á tímum COVID og whatnot. En það var gaur sem var að reykja á baðherberginu fyrir utan fyrir herbergið mitt og það einhvern veginn, ég hafði verið alveg bara nei, ég þarf ekki að reykja. En þegar ég fann lyktina af sígarettureyknum, þá einhvern veginn svona mér langar að reykja mig. Ég ennþá með eitthvað svona nikótínþörf og hún bara svona trygglaði nikótínþörfina mína. Og ég enda á því að bara svona njósna baðherbergið yfir heilan dag, síðan kom út, sé reykinn og ég bara gríp hann, ég hóta að drepa hann. Ég bara hóta að, ég segi hræðilega hluti við hann, bara, minnka hann sem mannesku. Og síðan bara, heyrðu, þú bara í bullandi góðum bata, þú bara að útskrifast eftir helgi og ég bara, hvernig? Enda, var kona að reykja sígarettu, í gifsi á fætinum og ég gríp í hann og ég svona dreg hana frá dyrunum og bara eitthvað, þú reykir ekki hér. Það einhvern veginn svona, góði batinn sem ég átti að fara út í. Og síðan fer ég út í það að, ég þarf að tæma íbúðina mína, koma einhvern veginn öllum mínum eigum í geymslu af því að ég hef ekki annan stað til þess að fara á. Ég fæ að gista hjá vinkonu í svona fram að jólum og bara, undirliggjandi mínir vandar valda því að ég get ekki mætt nógu oft í, fíkniprógrammið hjá spítalanum. Og ég var komin á lista til að fara actually í HAM, fíknir meðal HAM, hugræn atferlismeðferð, en af því að ég guffa þarna eitthvað, af því ég var erfitt með að mæta, því að mér langar ennþá að deyja alla daga, að þá ég svona blacklistuð úr HAM. Það bara svona, nei, heyrðu, þú gast ekki byrjað þarna og þegar ég reyni að komast í HAM seinna, þá það bara eitthvað, nei, þér ekki alvara í þínu heilbrigði. Og já, ég svona overstay my welcome hjá vinkonu minni, ég fer til foreldra mína eftir jól og ég bara að taka geðlyfin mín og þar fæ ég svona, ég fæ að vera þar í svona 2 vikur
ég er svona mjög snemma byrja ég að fá bara eitthvað svona að því að ég er mjög sljó á lyfjunum, svefnlyfjunum sem ég tek og hinn lyfjunum, ég komin í betra jafnvægi á skammturinn minn á geðlyfjunum var breytt og þá, einhvern veginn kemst ég af því að vilja meiða alla í kringum mig yfir í að vera bara frekar sljó allan daginn. Þannig að ég fæ að heyra frá mömmu minni bara mjög oft, bara eitthvað svona dópista komment, bara eitthvað svona, ertu bara dópistið, ert þú bara að dópa hérna, þú ert svo sljó, þannig að ertu með að vakna og svona. Þannig að, ég byrja að minnka lyfjaskammta mér að taka ekki svefnlyfin af því ég veit að þau gera mig sljóa. Og ég er að reykja sígarettur á þessum tíma og það að ég hætti á svefnlyfjum mínum veldur því að ég á erfiðara með að fara að sofa og bara fara út og fá mér sígarettur og þá svona róa mig niður og þá byrjar það að vera eitthvað svona issue að ég á rápi á næturnar. Og eitt kvöldið, ég byrja aftur á svefnlyfjunum og svona og eitt kvöldið heyri ég, mamma er að pissa tennur og ok, hún er að fara að sofa, nú get ég farið og fengið mér síður sígarettur kvöldsins áður en ég fer að sofa að leysa minni og bara þarf að díla við það að geta ekki gert neitt næstu tímana mögulega. Og það er bara einhver megin kornið sem fyllir mælinn. Og bara daginn eftir hef ég valkostur að fara bara aftur á spítalann eða á götuna. Og þar svona, þar læri ég svona fyrst hvað heimilisleysi er, sko. Og það, akkurat að svona vita það að þú eigir ekki kvæmt í neitt hús neins staðar. Ég reyni gistiskýlið, þar er bara þar mikil fyrirlitning á fólkinu sem fer þangað, fyrirlitningi gagnvart fíklum er svo að bara fólk má ekki nota hérna, þannig að við ætlum bara að tryggja það að enginn getur við að nota, þannig að bara, með reglulegu millibili þá bara kíkjum við á fólk. Og að því að mannfyrirlitningin er slík, þá er það ekkert gert, eitthvað svona opna dyrnar hægt og bara er allt í lagi, eitthvað svona, að því að þá getur þið mögulega falið hvað þið eru að gera eða eitthvað þannig. Ég svaf flest kvöld á BSI, á bekkinum þar, af því að það var einhver meginn svona mest accessible, líka farið á Subway, var svöng og já. Ég fyrirgeðu, ég ætla ekki að trufla þig, þetta er alveg bara, ég er að fá gæsahúð alveg bara aftur upp á nýtt af því að, þetta er bara svo, þú ert að segja sögu svo margra, þetta er ekki bara þú, þetta er bara eitthvað sem maður heyrir aftur og aftur og sem er, ég veit ekki hvort það gerir það betri eða verra. Svona hlutir fá nefnilega oft ekki rými til þess að vera í fréttum eða neitt, að þetta eru ekki fréttir, að þetta bókstaflega eru ekki fréttir, þetta er bara, svona er ástandið og news, það er ekki nýtt, alveg eins og með, viðvarandi ofbeldi gagnvart hópum, á einhverjum tímapunkti þá bara hættir þetta að vera fréttir. Það er bara, nei, svona er þetta bara, við vitum það og þannig myndast það í kringum þessa hluti. Og það var einmitt það sem að ég, hef verið að spá svo mikið, af því að ég hef reynslu sem aðstafandi, þannig ég hef verið á hinum endanum, og við erum alveg jafn valdalaus og desperat, og og þetta er svo, mér finnst svo, ég veit ekki hvort þú veist sammála mér, en mér finnst bara kerfið er einhvern veginn alltaf að höndla birtingamyndir vandans, en ekki að koma til móts við manneskjur, þar sem þær eru staddar og hjálpa þeim með þeirra vandamál. Það er, það er alltaf bara, það sem mætir fólki sem reynir að leita sér hjálpar eru biðlistar eða bara computer says no. Er þetta þín upplifun? Algjörlega, líka bara mín upplifun að
mér þykir ótrúlega vænt allt fólkið sem að ég var með inn á deild og veist, að tala við það. Veist, við fengum mesta svona þerapíð af því að vera að tala við hvort annað frekar en eitthvað annað held ég. Og við áttum öll sameiginlegt að það var tráma, það var undirliggjandi vandi fyrir því að við vorum þarna. Veist, það var maður þarna sem að veist, var með það að veist, hann hafði ollið banaslýsi. Og þú veist, var þarna bara að bíða eftir því að fara í fangelsi fyrir manndráp. Og þú veist, hann var ekkert ég veit ekki, já, hann virtist ekki vera að fá að tala við manneskju það. Einmitt. Þannig að, já. Akkurat. Finnst þér? Já, fyrirgefðu Sanna. Já, finnst þér svona eins og fólk þurfi svona eins og að vinna inn fyrir því að eiga hjálp eða stuðning skilið, að það sé einhvern veginn svona viðmótið í kerfinu að það þurfi einhvern veginn að vinna sér inn fyrir því það er oft litið á eins og heimilisleysi eða fíknivanda eða ýmislegt sem að einstaklingar glíma við sem einmitt svona að sé eitthvað að einstakling í þessari stöðu. Þannig að svo þegar maður er kannski komin inn í eitthvað svona félagslegt kerfi sem eigi að hjálpa og veita stuðning. Finnst þér þá eins og viðmótið hafi kannski á einhverjum tímapunkti verið þannig að maður þurfi að svona vinna sér inn fyrir því eða einhvern veginn eiga fyrir því eins og til dæmis þegar aðstæður eru þannig að maður kannski næra ekkert að mæta á staða því að það er einmitt eins og þú varst að lýsa á það getur verið ýmislegt sem leiðir til þess að maður kannski, þú veist, treystir sér ekkert eða kemst ekkert kannski alltaf á einhverja tíma á einhverjum x tímum og er samt, þú veist, eins og þú sagðir, þú varst útskrifuð og varst kannski ekki tilbúin til þess. Þannig að einmitt, er þetta svona að maður þurfa að vinna sér inn fyrir einhverju eða eitthvað svoleiðis hugsunarháttur? Ég held það af því að þú veist grunnmyndin sem við höfum af fólki sem notar vímuefni sem að þú veist er bara þú veist fíkill. Það er þú veist mér líkar illa við það en þú veist í þessu samhengi þá er það bara fíkillinn. Fíkillinn er ótraustvörðugur, þú veist að það er ekkert að treysta honum, fíkillinn lýgur, fíkillinn stelur og hvernig ætlar að vinna með manneskju sem gerir þetta? Þú veist fíkillinn er ekki mennskur, fíkillinn er eitthvað til að laga. Þú veist, það sjálft er vandamál sem þarf að trýta, sem þarf að laga áður en manneskjan fær að vera manneskja og þegar það er svona grunnhugsunin í hvernig við bara hugsum sem fólk, af því það er bara fólk sem er í kerfinu sem er að láta kerfið virka, þá geta hlutinir ekki farið öðruvísi, sama hvað við gerum í ferlum og grindum og svona, af því að fólkið á eftir að feila, þú veist, það er ekki tölvan, af því að fólkið, við gerum allt sem að tölvan gerir bara það sem við segjum henni að gera. Það er við viljum ekki ýta á aukatakana, við viljum ekki segja, heyrðu, hérna er undanþága, af því að þú veist, hey, þú má veita undanþágu fyrir hlutum, það er hægt að veita undanþágu fyrir hlutum. En já, veist, það er ekki verðskuldað af því að þú ert með eitthvað svona móralskan brest sem að við erum öll sem samfélag búin að samþykkja sé móralskur brestur. Og já, veist, og það er frekar algengt að því svona lengra frá jaðrinu sem þú ferð, því bara algjörlega blindari ertu á hvernig það mögulega getur verið á jaðrinum. Og í heilbrigðiskerfinu, þú veist, það sem eru læknar alla leiðina upp, ég veit ekki mikið af læknum sem að teljast vera jaðarsettir, þú veist, jú, það eru, þú veist, þeir eru þarna, en ég veit ekki hversu mikið þeir svona fara upp í deildarstjórn og slíkt. Já, vantar kannski allt svona mannlegt touch í kerfið og bara svona tala við fólk á jafningagrundvelli kannski og svolítið, er þetta spurning valdajafnvægi eða er þetta, já. Af því að hlutir eru,
í heilbrigðiskerfinu þeir yfirleitt bara svona algjörlega mótaðir af læknum. Ég veit til dæmis að þegar það byrjaði að tala intersexmál, að síðan það byrjaði að tala intersexmál á Íslandi, þá var bara svona annarkvort, var bara svona algjör stefnubreyting í hvernig var tekið á intersex börnum, eða að læknar byrjuðu bara að fela það svakalega mikið og á sama tíma það bara virðist vera svona hefnigirni innan læknastéttarinnar, allavega ef við eigum að taka til dæmis læknamafíuna alvarlega. Það er klíkuskapur, því þetta eru, ég held að flestir læknar þekki hvort annan, það er einhver svona félagsskapur læknar, fóru saman í skóla, að vinna á sömu stöðum. Lítið samfélag. Lítið samfélag. Þannig að það er svona, maður heyrir bara af svo mikið af einhverju svona læknamisrétti. Og það er náttúrulega líka bara, það er líka bara náttúrulega bara háalvarlegt hvað af því að maður hefur upplifað það bara sjálfur, að með að þegar eitthvað kemur upp á, maður þarf einhverja sálfræðilega aðstoð, áfallameðferð, eitthvað svoleiðis, að það er bara, ef þú átt ekki peninga, þá ertu ekki að fara til sálfræðings. Núna er reynda búið að koma einhverjum sálfræðingum fyrir á heilsugæslum og sem er bara mjög góð þróun, en það vantar náttúrulega bara miklu meira. En við erum náttúrulega líka bara að vinda ofan af svo mikilli vanrækslu í svo langan tíma. Mikið af fólki bara með stóru pakkana á bakinu sem er náttúrulega ekki sýnilegt af því að fólk vill ekki tala þessi mál. En þetta er einmitt, og bara komast til geðlæknis er bara major mál. Það er ekkert eitthvað sem þú fær bara, ég vil mæta til geðlæknis og þú fær tíma, þú ert að fara á biðlista, þú ert að finna geðlækni sem er með laust pláss hjá sér og svo framvegis. Þetta er eitthvað sem að fólk finnur ekki út fyrir það þarf á því að halda. Já, það eru reyndar forréttindi sem ég hef, það er styttri lína hjá mér, því að ég það bara fara til transgeðlækni, og transsérfræðing, og þar er biðlistinn aðeins skemmri, Já, þú talar einmitt það í ræðunni líka að hlutirnir hafa breyst eftir að þú komst út sem trans. Já. Þannig að þetta er mjög áhugavert, því að, þetta er svona, og nú er ég að spyrja algjörlega sem, ég er sískona og þetta er eitthvað sem ég þekki ekki á eigin skinni, bara, eins og ég segi, í gegnum aðra. En er þetta eitthvað sem að kannski, það sem þeir geta stimplað þig, bara svona, já, þú ert trans. Þannig að þá getum við hjálpað þér, eða er þetta, hvað heldur þetta sé svona? Það er meira, ég sótt af því að, ég var að, ströggla við að reyna að komast á örorku eftir, að hafa ekki getað unnið, fyrst að því ég fékk ekki vinnu og síðan bara því að ég var andlega á brotin. Ég man ekki hvað langt síðan hrunið var lengur. Nei, það var áður en Obama var kosinn. Fuck. Já, þannig að það var svona loksins eitthvað hjólinn að snúast á því, og ég var að fara komin hjá Reykjalundi og svona, kemur eitthvað út, bara eitthvað, ég er að leiðrétta hvernig fólk er að tala um mig. Og þá kemur upp eitthvað svona issue, bara já, ertu trans, já, það er eitthvað sem við þekkjum nú ekki alveg, verður nú bara að reyna eitthvað annað, Þú verður að fara til einhver svona sérfræðings í því hvernig er að endurhæfast sem trans, sem að ég held að sé ekki til, en það allavega leiddi til þess að það var að segja að ég væri búin að fullreyna öll endurhæfingarúrræði og hér tók það í sátt, alveg svona á loksins, sem er svakalega speisa líka, af því að bara, svo mikið af einhverju svona vitleysu í kringum örorkumat og svona sem að virðist bara vera að herðast á hverjum 3 mánaða fresti, held ég að ég hafi heyrt nýlega. En já, þetta er mjög spes, af því að við náttúrulega vitum alveg að það að vera trans er jaðarsetning,
þú veist, við held að við séum bara, þú veist, það þarf ekki einu svona álit á því, það bara jaðarsetning. En, þú veist, ég svona spá í, sko, hvort það sé einhvers konar, sko, jaðarsetning sem þið geta sett miða á, af því að, þú veist, nú því sem þú lýsa, þú ert búin að ganga með, þú veist, já, það bara kerfið svo tregt við að díla við mann einhvern veginn, sko, ef að þeir get ekki. Ég veit sko, með Reykjalund, að ef að ég hefði talað þú veist, einhverja vímuefnanotkun við það, þar hefði það líka endað á bara nei. Þannig að það á að díla við það? Já, þú veist, það var alveg svona bara eitthvað alveg, þú veist, alveg bara nóg, bara eitthvað, hei, hérna, ég reyki sígarettur. Er það vandamál? Og það bara eitthvað, já, það er vandamál að þú reykir sígarettur. Og bara, ok, þá þarf ég bara að reykja áður en ég kem, eða eitthvað, eða, veist, finna upp út úr því, nikótínplástrar eitthvað, það er alltaf leið, við getum gert það, flott. En já, veist, það eru svo mörg kerfi sem alltaf bara að leita að einhverju ástæðu til þess að loka fyrir þér dyrunum. Af því að ég man til dæmis, þegar ég talaði fyrst við þér, að hérna, þá var ég spurð, bara svona í enda viðtalsins, og bara svona, já, og ef ég myndi segja þér bara að á morgun, þá bara þetta að mæti vinnu einhvers staðar, hvernig myndi þér líða? Og ég bara, já, ég held ég fengi bara smá kvíðakast, ég veit ekkert þessa vinnu og þetta bara mjög óvænt og bara svona pingu og það bara, já, aha, ok, já, heyrðu, við hérna getum ekki hjálpað þér. Sem akkurat líka, þú veist, bara svona eitthvað sem ég þetta fari gegnum á leiðinu, sem akkurat líka bara svona, bara eitthvað af því að ég með mín andlegu vandamál að þá verðskulda ég ekki endurhæfingarúrræði. Þetta nefnilega mjög undarlegt og öfugsnúið af því að, hérna, þú veist, ég hef allavega, þú veist, með mína upplifun hef ég, þú veist, upplifað þetta sem svolítið svona plástarkerfi alltaf. Fólki tjaslað saman og hent út aftur og eins og þú veist að tala um það með geðdeildina að þú veist raun og veru bara, já, nú ertu útskrifið, það bara, já, en, þú veist, einhvern veginn ekkert, sko, einhvern veginn það virðist aldrei verið neitt langtímamarkmið, það einhvern veginn bara stofnanirnar eru svolítið búnar til fyrir sjálfar sig. Já, ég líka með útskriftina bara því ég vil koma inn á það, sko, að það kraftaverk að ég fékk ekki, þú veist, að ég framdi ekki ofbeldisbrot á þessum tíma og þú veist, þannig að, þú veist, ég bara spyr mig, sko, þú veist, hversu mikið af einhverjum svona hræðilegum hlutum sem gerast eru í kjölfar einhvers svona. Fyrirgefðu, já. Já, algjörlega. Nei, sviðið þitt. Þannig að þetta já. Maður spyrja núna hefur verið talað hérna batamiðaða nálgun. Er það eitthvað sem að þú kannast við að hafa verið notað og hérna, er það eitthvað sem þú getur? Ég er að heyra, já. Ég held að sé einhvern veginn svona notendin sem Já, ég held að þetta sé fyrsta skipti sem ég heyri þetta sagt, sko. Ég held ég hafi lesið þetta kannski af og til eitthvað svona poppu, bara hvað við batamiðaða nálgun og eitthvað svona. En ég hef ekki fengið neitt þannig já, ég er að heyra þetta í fyrsta skipti. Ég verð að viðurkenna, ég veit ekki sko nákvæmlega hvar þetta er notað, ég veit ekki nákvæmlega á öllum stöðum, en mér skilst þetta sé svona eins og þetta sé þá í samvinnu við einstaklinginn og svona áherslu á bata og virkni eða eitthvað svoleiðis, en ég vildi bara spyrja þig hvort þú kannast eitthvað við þetta og vissir hvað svona fælist í þessu. I wish. Já, þetta hljómar ofboðslega vel, allavega. Já, það hljómar mjög idealískt. Þar bara væru mínar áhyggjur, þú veist þess að hvar er power dynamíkin, hvernig liggur hún og ef eitthvað kemur upp á, þú veist hvernig getur skjólstæðingurinn, þú veist hvert leitar skjólstæðingurinn og er sú manneskja
manneskja sem hægt að treysta til að taka skjólstæðingum alvarlega. Góð punktur. Þetta alltaf svona 2 punktar sem að ég held að séu sjaldnast í lagi í öllu. En í þessari umræðu þá held ég að þetta komi dálítið mikið niður á það ímynd Íslands út af við sé að við erum rosa stórt jafnréttisland, rosa falleg jafnréttiseyja og paradís, já, jafnréttisparadísin Ísland og þar sem að við höfum öll jafn tækifæri sem náttúrulega mesta kjaftæði sem til en það kannski svona ýmis gildi og svona einhver ímynd sem að við viljum halda uppi og það kannski fer svona inn á þessa jafnréttisumræðu og ætli það gera verkum að það svona ýmsi þættir sem að Ísland og kannski stjórnvöld verja fjármunum í en svo þegar kemur þetta heilbrigðismálefnum og húsnæði, aðgengi að húsnæði fyrir okkur öll að það einhvern veginn auðveldara að leyfa þeim sem að eru verst stödd að einhvern veginn bara svona eiga við þetta sjálf og segja bara þið þurfum bara að eiga við þetta sjálf, þið bara komið ykkur í þessa stöðu að vera bara fátæk og í slæmri stöðu og þið getur bara tekið fleiri smálán til að koma ykkur út úr þessu en við ætlum að halda upp í ákveðnum gildum jafnrétti og sjálfsmyndir og að öll eiga að hafa jöfn tækifæri óháð í hvernig fólk skilgreinir sig þannig að já, ég það náttúrulega ekki hægt að smætta niður flókin veruleika einhver svona einfalda setningar og en svona já, þetta eitthvað sem að gæti einhvern veginn gengið upp kannski því að maður að reyna að skilja þetta af hverju samfélagi til að taka á við sumt en annað fær aldrei einhvern veginn að komast upp á yfirborðið. Já, það líka því að þú getur alltaf skilgreint, hvað jafnrétti Þú getur alltaf svona skilgreint svona hópa út úr jafnréttinu af því að, ef þú getur bent á jáðarstæða mannesku sem gengur vel, þá svakalega auðvelt að bara svona, en sjáðu, Freyja, hún alltaf í sjónvarpinu, öryrkjar hafa það bara fínt. Eða eitthvað þannig, það svona hluti. Það líka hluti af því að bara svona tryggja það að rannsóknir og upplýsingar hvernig hlutinir raunverulega eru ekki rannsakaðir. Eins og ég veit að lögreglan búin að vera mjög svona happa-glappa með að skrá hatursglæpi. Ég nefnilega fór og bara tékkaði bara hvernig með hatursglæpi og það talað mjög lítið. Þeir tala einu sinni að bara hafa voru 50 hatursglæpir á þessu tímabili fyrir einhverjum árum síðan. En síðan ég veit að hatursglæpir gagnvart hinsegin fólki ekki skráðir. Ég veit ekki hvort að hatursglæpir gagnvart öðru fólki séu skráðir. Þannig að það svakalega góð leið til þess að viðhalda ímyndinni jafnréttissamfélag. Af því það ekkert að benda á, bara en sjáðu hvað eru margir, hvað mikið svona að gera. Og síðan bara, við getum breytt lögum, við getum sagt að það sé alls konar hlutir að fara að gerast, en síðan getum við bara, takmarka löggjöfina eða bara við ætlum ekki að setja fólk í stöðurnar til að framfylgja þessum jafnréttishlutum sem að hafa þau gildi, þau hafa gömlu gildin, líka þau fínt og eru ennþá að stjórna þessu stofnunum og við bara látum þau fá þetta. Þannig að framkvæmdin á þeim hlutum á eftir að vera eftir þeirra höfði og menningin á staðnum breytist ekkert endilega. Þannig að það á að taka kannski, við ætlum að gera þetta betur. En fólk ekki bara að fara að gleyma því eftir 3 dögum seinna og bara svona back to normal ef að það ekki svona actual process í að framfylgja hlutunum, styðja við að láta hlutina batna þar til að það virðist vera komið á okkur svona sustainable máta og það sé þetta að fara að byggja á okkur öðru. Ég held að þetta sé einmitt bara, ég hef líka svolítið hugsað þetta með, ég veit ekki alveg hvernig ég að koma orðum að þessu, að þetta að því þú talaðir einmitt að við erum með svona góðar fyrirmyndir sem að er frábært að hafa, eins og Freyja Haralds, Ugla Stefánía,
svona frábærar fyrirmyndir, en það einhvern veginn sko, já, og sanna meira að segja sko líka, þú veist, bara þú veist, alveg bara, já, rasismi er leiðilegur, en þú veist, sérðu Sönnu, þú veist, hún ólst upp í fátækt, hún hún borgarfulltrúi, þú veist, þannig að, þú veist, og það einhvern veginn hlutir eins og jaðarsetning eru aldrei einhvern veginn teknir með inn í myndina, það alltaf verið að meðhöndla, og sérstaklega við erum að tala fíknimáli, að sko, það einhvern veginn aldrei tekið svona heildstætt, þú veist, það bara verið að handla fíknina, þú veist, en ekki einhvern veginn þetta sem að kannski, þú veist, veldur því að manneskjunni líði alltaf jaðarsettri, þú veist, það ekki allir sem að eru upplifa jaðarsetningu sem lenda í fíkn, en þú veist, hjá sumum þetta, þú veist, verður þetta, já, ég veit ekki alveg hvort þú skilur hvað ég meina, en þetta svona þessum frábæru fyrirmyndum svolítið haldið gegn þeim sem gengur ekki jafn vel. Jú, af því þá ertu komið með, þú veist, hérna the good one. Já, og það þeim algjörlega, þú veist, það þú veist, fyrirmyndunum algjörlega, þú veist, óforlöstuðum. Það bara fólkið sem að yfirleitt, þú veist, talar í réttum kóða, þú veist, að tala í, þú veist, gamla kóðanum við fólkið sem að þarf að heyra það, þú veist, að tala fyrir actual góðum hlutum, en á sama tíma ekki láta fólki líða of óþægilega. Já, líka kannski það vissuleyti, var að segja, þau ekki gefa fólki ástæður til þess að afskrifa þau, en kannski betri leið til þess að segja það. Já, ég ætlaði bara, þú veist, að fólk sem að, þú veist, hefur ekki upplifað jaðarsetningu sem að hlustar á, þú veist, þetta frábæra fólk tala, það, þú veist, á það til að cherrypicka svolítið líka úr, þú veist, því sem það að segja, þú veist, velja bara það sem það vill heyra, en skilja annað kannski eftir. Af því að þá getur þau líka, þú veist, verið eitthvað svona vitna í mannesku og svona pingu svona verið að skreita sig með jaðarsetningu annara án þess að virkilega hlusta, innbyrða og internaliza. Sem að raunverulegt vandamál. Já. Að því að ég segi, sko, það sem að, þú veist, náttúrulega var með eins og ræðuna þína, þú veist, að því þú talar svo margt og líka bara svona ofbeldi innan kerfisins sem að einmitt þegar að þetta tengist allt svolítið svona inn á þetta að kerfið alltaf að meðhandla birtingamyndirnar en ekki, þú veist, rót vandans eða, þú veist, manneskjuna, koma til móts manneskjuna. Þú veist, eins og við erum að sjá þú veist, hvernig heimilisleysi afgreitt, það þú veist, svolítið, þú veist, að virðist einhvern veginn alltaf að markmiðið svolítið að við hinn þurfum ekki að horfa upp á þetta. Þú veist. Þetta á að vera private vandamál. Já. Þetta á að vera einkamál, þetta á að vera þitt einkamál og þú átt bara að laga það og þú mátt vera með okkur þegar þitt einkalíf komið í lag. Já, einmitt. Það svona einhver málið, sko. Já, og það líka gríðarlega erfitt að, sko, gagnrýna þetta af því að, þú veist, oft sérstaklega sem að, þú veist, þetta kemur eins og frá mér sem hefur ekki, upplifað þetta á eigin skinni. Til dæmis, eins og, þú veist, ég kannski gagnrýnt eins og það sem kemur, þú veist, eins og þessi skaðaminnkunarúrræði sem eru, þú veist, frábær og þörf, en, þú veist, en svo einhvern veginn það einhvern veginn bara það er bara verið að trýta þetta, þú veist, að, vímuefnanotendur sé ekki á almannafæri, þú veist, að sprauta sig eða eitthvað, sé frekar inn í lokuðu rými, en svo einhvern veginn, þú veist, að því að við vitum bara hvað erfitt fyrir sama fólkið að fá raunverulega aðstoð, þú veist, á að komast út úr vandanum, sko. Þannig ég vonum skilja hvað að fara, þú veist, á meðan maður ekki að tala gegn skaðaminnkun, þá við að biðja þú veist, raunverulega skaðaminnkun, þar sem að, sko, aðgengi að þjónustu er samhliða. Hvernig þín sýn á þetta? Ég held að fröken Ragnheiður sem Rauða krossinn er að reka sé besta skaðaminnkunarúrræði á landinu líklega. Já. Af því að það veitir
fólki, akkurat öruggt svæði, að það sé komið fram við það eins og fólk. Svona bara það tækifæri að það að segja bara svona að fá bara svona pínku bara, hey, þú ert manneskja og ég sé þig. Og þú átt skilið að það sé hugsað þig, að það sé hafðar áhyggjur af þér, að það sé reynt að hjálpa þér. Sem að er grundvallar hlutur sem þú þarft að trúa til þess að láta þig batna, til þess að reyna að bæta þína stöðu af því að. Já, ef einmitt, fyrirgefðu sem allar, nei, hérna, já, ég hef heyrt þetta einmitt, og mér finnst líka frábært að já, ég hef líka verið, frú Ragnheiður, algjört þarfaþing, en ég hef séð einmitt þeirra starfsfólk líka kalla eftir því, að það sé í raun og veru engin úrræði önnur en þeir sem þau eru að bjóða upp á. Já. Þannig að þetta er svona, og það er ekki einu sinni hlustað á það. Það eru langir biðlistar til að komast inn í meðferðir. Fólk er jafnvel brennt af meðferðarkerfinu. Já, þetta fari eina enn meðferðina sem að það veit að virkar ekki. En eina meðferðina þar sem að þú átt eftir að verða fyrir, þú ert að lappa inn í svona pingu menningu, þú ert að lappa inn í, menningu sem að trúir vissum hlutum hvað vandamáli sé, hvernig skuli koma á fíklum og hvað fíkillinn, ekki vímuefnanótnin, fíkillinn þurfi að gera til þess að ná bata og batinn er í raun og veru að verða góð manneskja. Marktæk manneskja og það inniheldur að þú að setja alla þína lesti, alla þína galla einhvern veginn í efnið oft og ef þú ert ekki að kaupa, ef þú ert ekki svona bara hey, ok, þetta er alveg málið, þá er pressa allstaðar að, fólk í kringu þér fengið til þess að taka þátt í þessu og ég held að það sé svakalega stór ástæða fyrir því hvernig bara gagnrýni til dæmis á AA hefur gengið illa, sem að virkar ekkert fyrir alla, það virkar fyrir fólk, þá er það alveg frábært en bara við erum ólík, við erum með mismunandi njúrológjur, við erum með grunnurinn miðað við tilraunir á rottum, þá virðist grunnurinn á því að fá fólk til þess að afvenjast vímuefnum, að veita því stað og samfélag. Það er svo sé mætt, að grunnþörfum sé mætt og það sé svona grunnurinn sem við þurfum öll. Af því að regluleg vímuefnaneysla er einkenni vanlíðan. Það er ekki valdan vanlíðarinnar, það er einkenni. Og já. Já, einmitt. Og þetta er, já, aftur erum við einmitt að komin að svona vangetu kerfisins eða ég veit ekki hvort það sé skortur á vilja eða getur. Það er móts við. Já, það er ekki bara kerfislegt, það er líka bara, kerfið, af því að kerfið er búið til fólki, af því að við erum kerfið bara öll, við þurfum að bara gera betur, þegar einhver er að tala illa fíkla og eitthvað svona og þá þurfum við pingu bara að taka öll upp hanskan, fyrir óhentuga fólkinu, fólkinu sem við viljum ekki taka upp hanskan fyrir, jafnvel við vitum betur af því að þá hljómar eins og við séum bara einhverju svona talsmenn glæpamanna sem er svakalega algengt til þess að tala niður mannréttindabaráttu jaðarsettra. Það er alltaf bara eitthvað svona, já, ert þú bara hlynnt glæpum þá? Já. Þú ert bara einhverja anarkíu. Já. Sem að ég held að sé betra en óréttlátt kerfi. Einmitt, já, og sérstaklega líka óréttlátt kerfi sem að virkar ekkert. Það er engum til gagns að kerfi sé þannig og garði gera að þau hjálpa bara takmörkuðum hópi eða fólki. Já. Já.
ég held að, já, og ég var með einhvern punkt sem ég ætlaði að koma að, en Kerfin eru að virka en þau eru bara ekki að þjóna stofnendunum, þau eru að þjóna samfélaginu. Þau eru að þjóna utanaðkomandi fyrir hvernig við viljum gera. Við viljum bara losna við vandamálið og láta okkur líða vel. Já, takk. Það var punkturinn sem ég var einmitt að koma, var að þú veist, núna er notendasamráð rosalega mikið tískuorð og er orðið að raunveruleika á mörgum stöðum. Sem betur fer, þetta er bara löngu tímabært að fólk sem er að nýta þjónustuna sé spurt hvernig hún sé að virka og hvað megi fara betur. En mér hefur einhvern veginn sýnst sko öll svona úrræði sem að eiga beinast að fíknivanda, er eitthvað virkt notendasamráð við vímuefnanotendur? Ekki hugmynd. Ég hef ekki hugmynd, ég hef ekki viljað bara tala við heilbrigðiskerfið í þessum málum bara síðan þá og mér hefur, já, þú veist, mín vímuefnaneysla er undir mun betri stjórn en hún er þegar ég þarf að díla við heilbrigðiskerfið, bara honestly. Já, þú veist, það er gott fyrir veist, ég á auðveldara með að vera edrú þegar ég þarf ekki að díla við þetta. Þegar ég þarf ekki að díla við, þú veist, hluti sem að bara láta mér líða eins og ég skipti ekki máli. Já, ég skil það bara Já. Þetta þú veist, ég hef bent á þetta sjálf bara í minni glímu við kerfið, þú veist, bara að vera fátæk einstæð móðir til dæmis, þú veist, að þetta gerir mann veikan oft. Bara þessi glíma, þannig ég get svona tengt við á því leveli og ég get ímyndað mér hvernig það er, já, ef að fíkn er inn í spilinu að með allir þeirri fyrirlitningu sem að beinist gagnvart fíklum, þá er það alveg staðreynd. En það er einmitt náttúrulega bara, þú veist, ég langar eiginlega bara að þakka þér innilega fyrir að opna þig vegna þess að þetta er svo falinn hópur og fólk er af einhverjum ástæðum, eins og vorum að segja, þetta eru svona þessir hlutir sem fólk vill ekki tala um. Og náttúrulega, þú veist, í þöggunni þá þar lifir skömmin og jaðarsetningin, þannig að Já, þessir hlutir sem að eru prívat, sem að eru, þú veist, prívat virðist bara einhver meginn vera bara nei, það sem að þú ert jaðarsett. Já. Mjög oft. Þú veist, ekki oft, það er fullt hlutar sem við getum ekkert verið prívat með, en þegar við getum verið prívat með eitthvað svona sem að setur upp lengur, það er niðurlægjandi. Já. Það er bara svona dagleg niðurlæging. Já. Og ég eiginlega bara, þú veist, ég vil sjá það sem valdeflingu, þú veist, að fólk tali þessi mál og mér finnst það bara gríðarlega frábært. Ég á eiginlega ekki orð fyrir það, hvað mér finnst æðislegt að sjá fólk tjá sig svona erfið málefni, sko. Það er bara, mér finnst það æðislegt. Og já. Og ég vona að fólk finni valdeflingu í því vegna þess að það er á að vera það. Ég vona það líka, sko. Já. Þannig að bara, eigum við að kalla á alla félagana? Stíga fram. Já. Nei, ég myndi aldrei vilja pressa á fólk að vera bara eitthvað, opinberað eitthvað sem að ámögulega eftir að bara fokka upp þínu enga, sko, þú veist, ég er að leita mér íbúðu núna, sko, þannig að þetta er alveg svona óheppilegt. Þetta er, þú veist, ég er svona pingu að vona bara, já, ég er pingu að vona að þessi manneskja sé bara ekki að fara að fylgjast með neinu sem ég er að gera á Facebook. Já. Af því að, þú veist, ég er að fletja með 2 öðrum manneskjum og fleira, sko, þannig að þetta er alveg svona, þú veist, ég að tala er að flækja líf hjá fólki sem ég elska og það er alveg bara, veist,
allavega mögulega og það ömurlegt. Já, það þetta já, það versta við að, ef ég á að tala fyrir mig þá það, það versta við að tjá sig að maður oft einmitt líka að opinbera aðrar manneskjur og það eiginlega verra, en auðvitað á þetta ekki að vera þannig, þetta á ekki að vera skömm, þetta, Já. Við þakkum þér kærlega fyrir að deila með okkur. Ekki málið, sko. Það ljóst að samfélagið ekki alltaf hannað fyrir okkur öll og við þurfum að vinna að því að gera það fyrir okkur öll og einmitt að fólk deili frá sinni reynslu ef og þegar það treysti sér til þess á sínum eigin forsendum. En takk kærlega fyrir, Sæborg Ninja. Má ég koma með einn lokapunkt? Já, endilega. Já, því ég náði ekki að tala það. Þetta eru síðan hlutir sem að flækjast allir svakalega mikið inn í, ef að fólk vinnur einhverja kynlífsvinnu. Já, takk, einmitt. Af því að það eru svakalega mikið af sögum hvað kynlífsvinna hvernig kynlífsvinna ganga fyrir sig og og akkurat leið og það komið einhver svona aukaatriði í þeirri narratív sem að fólk hefur fólk í kynlífsvinnu, þá vímuefni, þá það bara eitthvað, núna kann ég söguna þína, þannig að barátta fólks í kynlífsvinnu líka jaðarsett, hún mikilvæg og já, það fólk að missa heimilið sitt út af því að það að reyna að taka, reyna að gera ráðstafanir þannig að það viti hvern þau séu að fara að hitta áður en þau hitta viðkomandi, svo þau séu ekki bara að bjóða einhverju random mannesku í heimilið sitt og það hræðilegt. Já, einmitt, já, akkurat að því þetta var einmitt annar punktur sem þú nefnir í þessari frábæru ræðu og það einmitt að aðskilja mansal og kynlífsvinnu. Já. Já. Af því að þú segir eitthvað á þá leið að það vont að starfa við þetta og vera alltaf einhvern veginn álitin sem fórnarlamb mansal eða eitthvað þannig. Það ekki pláss fyrir þig í samræðinu af því að þú ert ekki fórnarlamb mansals. Ég hef gert dót innan þess sko. Og á mismunandi máta sko. En það akkurat, það eru bara nokkrar svona viðeigandi sögur og ef að þú ert ekki svona á þeirri línu þá ertu sjálfkrafa bara stimpluð sem bara, akkurat vinna með innum verstu glæpamönnum, tala yfir fórnarlömb mansals, þín tjáning einhvern veginn orðin hættuleg og að ógna öryggi fólks og einhvern veginn svona ábyrgðin og allar aðgerðir til þess að sporna við mansali settar á herðar fólks í kynlífsvinnu og mér finnst það mjög ljótt og ekki fallegt og það bara eitthvað sem ég hef verið að díla við í umræðunni sem ég byrjaði að tala þessa hluti án þess að vera eitthvað endilega opna á mig í 4-5 ár. Og það bara mjög lítill vilji til þess að breyta orðræðunni hjá svona vissum árgangi. Já. Finnst þér að þurfi meira almennt að tala við fólk frekar en fólk og þá þetta við í ýmsum málefnum? Í öllum málefnum, já. Af því að þú líka einmitt fyrir ekki að ég er lengja samræðina en þetta mjög mikilvægt af því að þú tala líka að þetta ekki einu sinni gagnlegt í baráttunni gegn mansali. Nei, það bara það ekki af því að í einhverju svona mansalsdóti þá viltu geta mappað út hvernig lítur iðnaðurinn út, hvar eru hættupokarnir. Þegar þú getur ekki lengur
greint á milli þeirra svona blippa sem eru legitimate og illegitimate, þá það vandamál. Þegar þú getur ekki tala við fólkið í iðnaðinum sem að sjá eitthvað shady, sem að tala við kúnna eitthvað hluti og kannski fór kúnni og keypti eitthvað og var síðan bara eitthvað, það var kannski ekki allt í lagi. Og þú náttúrulega ekki að tala við lögregluna, en þú ekki að tala við þessa mann, þá það svo mikið af samskiptaleiðum sem bara lokast, af því að fólk í kynlífinu getur ekki tala við lögregluna án þess að bara setja sitt líf í hættu. Og þá ég ekki við bara svona að það gæti verið drepið eitthvað þannig að því að tala við lögregluna, þá ég bara meira að tala að það missi heimilið sitt og slæti síðan bara spíralið síðan ofan í svartholið. Já, og líka það að bæði raunverulegum fórnarlömbum mansals og bara, sé líka refsað í staðan fyrir að þeim sé veitt raunveruleg aðstoð. Það bæði sem sagt komið í veg fyrir að það komist upp raunveruleg mansalsmál og svo líka þegar þær komið upp þau þá talaður að þær væru bara hent úr landi. Og þær fá viðeigandi hjálp sem ekki neitt, sem ég veit ekki neitt betur hvað Nei. Það hefði átt að vera uppfært, þetta dóti hefði átt að vera uppfært 2016 held ég. En þegar ég var svona að reyna að fletta því þá birtist það eftir það, þannig að það verið síðast hafa eitthvað verið skoðað því sem ég hef séð, ég geti þetta hafa fram fyrir mér, 2013. Það eru svona 7 ár síðan að það var eitthvað verið að pæla í hvað væri verið að gera í þessum málum. Þannig að svo ég veit til. Já, þegar maður að sjá til dæmis líka bara með eins og það sem kallað ólöglegir innflytjendur, eða fólk sem að vinna núna ólöglega. Ólöglega einmitt. Já, kemur útflutningsbíllinn og finnur útlendingana og klappar hvíta yfirmanninum sem var að brjóta lögin á bakið og bara takk kallinn. Og núna þarf hann væntanlega ekki að borga þeim mögulega jafn mikinn pening. Náttúrulega að vinna á eitthvað, hann að fara að borga þeim? Kemst líklega upp með það að borga þeim ekki, það búið að flytja það úr landi. Já, einmitt. En ég veit ekki hvað það gerist, ég bara gerir ráð fyrir því. Já, akkurat. Þannig að þetta takk fyrir þennan punkt. Það betur, já. Margt sem við þurfum að halda áfram að ræða, þar sem við fórum bara við getum rætt ýmislegt betur hér, en ég þakka ykkur kærlega fyrir. Sæborg Ninja og Laufey Ólafsdóttir, sjálf heiti ég Sanna Magdalena og þetta var Hin Reykjavík. Takk kærlega fyrir. Takk. Takk kærlega.